En við ætlum að byrja á Einari Má Guðmundsssyni, rithöfundi, sem hefur skrifað hvítu bókina samfélagið í samfélaginu fyrir og eftir bankahrun. Einar afar hvass í skrifum sínum og í þessari bók gagnrýnir hann frjálshyggjumenn jafnt sem jafnaðarmenn. Og höfundurinn sestur hjá Sigmari. Vertu velkomin í Kastljós. Já, þakka þér fyrir. Þessi bók nú að einhverju leyti byggð á greinu sem þú skrifaðir í Morgunblaðið í framhald af hruninu og vöktu mikla athygli. Já. Hvað ræður því að þú þenur þetta út og gefur út heila bókum þetta? Já, það var nú bara þegar að bæði fann ég það þegar ég byrjaði að skrifa að þarna var á ferðinni ritlist og það er mín vinna að sinna ritlist og síðan voru það viðbrögðin til að mynda frá erlendum blöðum, þegar greinina birtust í erlendum blöðum eins og Süddeutsche Zeitung og Information að þá lýstu menn sko ég væri að lýsa þessu sem eins og það væri á undan því að þetta er ekki komið til þeirra og er á leiðinni og Ísland, það mátti skoða Ísland álítið eins og svona tilraunaglas og svona lítinn heim þar sem öll fjármálakreppan rúmaðist sem sést til að mynda á því að bankakerfið á Íslandi sem var 12 sinnum stærra en hagkerfið, það er þannig á heimsvísu líka. Og þannig að ég fekk strax sko þessi hvatning var til þess og auk þess sem að greinarnar þær voru byggðar alveg á ákveðin hátt, ákveðin lengd á þeim í Morgunblaðinu og þá datt aldrei mikið efni út sko. Þannig að ég sko endurskrifaði þetta allt svona sem heildarverk. Og svo finnst mér þetta skrá sig einmitt líka í anda ákveðna bóka eins og sko rithöfundar hafa unnið sko sem sé ég er mjög undir áhrifum frá bókum segjum eins og alþýðubókinni hjá Laxness, Bréfið til Láru frá Þórbergi, Faldafeiki Thors Vilhjálmssonar og þetta að blanda sér í augnablikið með pennunum. Já, og þú fer nú býsna, kemur víða við í þessari bók og ég held að það hljóta að vera þannig að það svíður mörgum undan því að lesa sumt en hún er meinfyndin líka á köflum og þú ert svona að draga upp alls konar myndir og einum kaflanum þá ert að draga upp þá mynd að draga upp þá líkingu að fíkniefnabarónar í Mexíkó og auðmenn á Íslandi hafi í raun og veru átt það sameiginlegt að þeir höfðu svipað vald yfir þeim samfélögum sem þeir bjuggu í. Já, ég fór þarna til Hvares, borgarinnar, svipaleyti og hrunið var og var þar og heyrði mikið af sögum úr svona barónahagkerfið og þá var einmitt sko þessi lýsing á þetta er svona hagnaður, svona svipaður og skuldsettu yfirtökurnar og lánveitingarnar og skuldavafningarnir, þetta minnir allt á hvernig af því fíkniefnagróðinn er jú ólöglegur og það þarf að koma honum fyrir í eignarhaldsfélögum og á Tortóla-eyjum og hvað þetta nú allt heitir og auk þess sem að þessir menn reyna að skapa sér svona velvild í samfélaginu með því að byggja svona mannvirki og háskóla og sundlaugar og hafa eitthvað svolítið svona ósýnilegt vald yfir samfélaginu svipað og þeir sem hafa kallaðir svona ólígarkar eða auðjöfrar í Rússlandi og þetta hagkerfi sem sko nýfrjálshyggjan byggir upp í og verður svo öfgafullt hér á Íslandi í Evrópulöndunum það er ná skylt þessum hagkerfum og það er eiginlega leið sko frá þarna velferðarkerfinu og inn í svona auðjöfra hagkerfi. Svo ertu líka að segja að hérna hafi verið búið til kerfi þar sem að auðæfi þjóðarinnar hafi verið færð til auðmanna, bankar hafi logið að fólki og skrökvað að því, fjármagn hafi týnst og horfið í einhverju miklu bruðli og óhófi og síðan sé það einhvern veginn alþjóða gjaldeyrisjóðsins og Evrópusambandsins að koma hingað inn til þess að viðhalda þessu kerfi og koma í veg fyrir það að auðmenn borgi skuldi sínar heldur almenningur gera það þess í stað. Já, nákvæmlega sko þannig er þetta sem sé bara sko frjálshyggjan og sem sé einn af hugmyndafræðingum hennar Hannes Holmstein, hann talaði sem sé að máli snerist að fá dautt fjármagn í umferð og það var sem sé, þá er sem sé verið að tala
eins og fiskikvótann og það verið að tala ríkisstofnanir sem eru seldar og þetta fjármagn fer í umferð inn í bankakerfið og síðan lánað út í þessar skuldsettu yfirtökur og þar kemur einmitt þetta góða nafn Íslands inn í þessi þjóð sem ekki mátti vamsitt vita og þannig að menn fá góða fyrirgreiðslu út af því að þeir koma frá þjóð sem með svona tiltölulega hreinan skjöld í viðskiptum og þetta misnota mennirnir og það talað á meðan fjármagnið svona alþjóðlegt þá má það lenda hvar sem í hvaða borg sem hvort sem það í Ástralíu, Tælandi, Reykjavík, London og þá það einkaeign af því að þeir bera svo mikla ábyrgð og þeir eiga bara að sjá þetta sjálfir en svo þegar það hrynur niður þá allt í einu til eitthvað sem heita innistæðutryggingar og ábyrgð á bara svona það sem lítil lönd það sem hægt að lokalisera gera ábyrgðina staðbundna og þetta bara svona mótsögn innan kerfisins og við eigum með þessum Icesave samningum að eiga við það og þetta sem kjarni málsins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setur þetta skilyrði gerið upp Icesave skuldirnar fyrr verður ekkert átt við ykkar mál annars bara lok og læs og allt í stáli eins og Ómar Ragnarsson söng og þá eru þeir skilur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn í rauninni skilur handrukkari lánardrottnanna og hans hlutverk að viðhalda þessu ástandi og eins og bara við heyrðum í fréttunum áðan það allir farnir að tala þetta tungumál allir stjórnmálamenn að almenningur beri ábyrgð á þessum Icesave skuldum, það sagt að við verðum að borga skuldir okkar ég meina þú skuldar þessa peninga ekki og ekki ég og þannig að þá það lágmarkskrafa ef þá að velta þessari skelfingu yfir okkur að þeir komi með býtu hvar þessar eignir Landsbankan og af hverju eru þessir menn sem stjórnuðu þessum bönkum ekki bara látnir sæta eins mikil ábyrgð og hægt að sæta við vitum að það eru fyrirtæki tengt þessum mönnum sem í rekstri hérlendis og erlendis og síðan eru alls konar fregnir af gjörningum auðmenna ekki bara úr þessu Icesave dæmi út Hvippinn og Hvappinn og þeir byrjaði að kæra til Hæstaréttar og endalaust þetta að verða svona baugsmáli taka 2 og meðan eigum við að sitja og sem ég segi og hlusta á þetta bull við viljum bara að stjórnvöld taki þá bara einhverja pólitíska ákvörðun þetta ekki spurning að það sé einhverjir menn í lögfræðideildinni sem liggi yfir lagakrókum og finni innleiðir og útleiðir út úr bullinu. Nei, það veikur svolítið athygli líka held ég margar sem að lesa þessa bók að þú ert að benda á að frjálshyggjan beri þarna, eða það þín skoðun að frjálshyggjan beri þarna mikla sök. Þú talar svolítið Davíð og þú talar svolítið Geir Haarde, en ég hef það samt á tilfinningun að þú sést nú eiginlega vonsviknari og skammist meira út í jafnaðarmenn, Ingibjörgu Sólrúnu, Samfylkinguna, Ólaf Ragnar Grímsson sem eru vinstrimenn. Af hverju það? Já, ég held að stór hluti af þessari kreppu sem við eigum við núna kreppa jafnaðarmanna. Það að segja hvernig jafnaðarmenn svona hafna hugsjónum sínum, gleyma almenningi, gleyma verkalýðnum og fara að líta á sig sem svona fjármálaöfl og vilja sýna sem sé alþjóðasamfélaginu og heiminum að þeir séu alveg jafnsnjallir fjármálamenn. Þannig hófst þessi einkavæðing fjármálalífsins og svona hún hófst í fjármálaráðherratíð Ólafs Ragnars Grímssonar og það ekkert, ég meina, það þurfti svo sem engan Ólaf Ragnar Grímsson til því að þetta var svona stefna sem var að koma. Þetta var krafan sem kom auðvitað í kjölfarið að sósíalisminn lendir í þessari kreppu, fær þessa neikvæðu ímynd sem væri nú svipað eins og að dæma Jesú Krist út frá rannsóknarréttinum á Spáni því að þetta voru náttúrulega skelfileg þjóðfélög sem engin sósíalisti vildi vita af þarna fyrir austan. En þá lítur frjálshyggjan svo á sem í rauninni sögufölsun að þeir hafi sigrað og markaðsvæða þessi lönd
að þetta hafi verið sigur sko lýðræðið sem segja þeir, en sko frjálshyggjumenn höfðu alltaf viljað óbreytt ástand, friðsamlega sambúð. Það voru vinstrimenn, anarkistar og trotskíistar sem börðust gegn þessum samfélögum. Þessir menn sem voru eins og Kuron Modzelewski í Póllandi, Václav Havel og fleiri, þetta voru menn sem komu úr vinstri sinnaðri andstöðu. En sem sé burtséð frá því að þá þegar þessi veggur farinn, að þá stefnan tekin á velferðarkerfið, að einkavæða það. Þegar að þarna, og sem sé thatcherisminn og reganisminn einmitt svona birtingamynd þess sem var farið í gang, og svo fer þetta gang og verður alveg sjálfsögð stefna sem ekki bara hægri öflin taka, heldur líka jafnaðarmennirnir. Og við sjáum það bara með eins og sko þetta er ekki bara við samfélgum nú þegar Vinstri græn eru komin í stjórn, að þá eru þeir strax farin að tala þetta tungumál. Þeir eru strax búinir að gleyma sem sé ábyrgð auðmannana, strax farin að tala bara að hækka skatta og lækka laun, þannig að sem sé það er eins og embættið eða valdið skilgreini hvernig menn hugsi. Frekar heldur en að hugsjónin er alveg för þeirra. Já, hugsjónin, menn taka hann ekki með sér inn í ráðuneytin, heldur er eins og þetta breytist allt og það er nefnilega það sem er partur af þessu, þess vegna eru þeir að æpa að við eigum að samþykkja Icesave, annars verðum við Kúba norðursins og allt þetta bull, partur af því er það að þessi stjórnmálastétt, þessi efri millistétt, hún þetta er valda grundvöllur hennar. Hún heldur völdum með því að við séum í þessu bara í fangelsi alþjóðasamfélagsins. Er þá ekki betra að vera, getum við spurt, bara en þræll en hlutlaus og feitur þjónn þessa valds? Því að ég ætla að benda á það að þetta er bara lítil fjármála elíta sem er spurð að þessu. Við erum að þóknast einhverju bankakerfi og ríkisstjórnum þessara landa. Almenningur í þessum löndum hefur ekkert verið spurður og aðstæður er að breytast. Það er að koma upp þetta. Það eru fleiri lönd að lenda í þessu. Bandaríkin eru í miklum fjármálavanda. Dollarinn er í vondri stöðu og þannig mætti lengi telja. Bretar og fleiri Íran og Evrópu. En hvernig þú ert líka svolítið að benda á það, Einar, í þessari bók að það er náttúrulega búið að vera mikið reiði í samfélaginu og þetta ástand elur eðlilega af sér einhverja neikvæðni og reiði, réttláta reiði segja margir sem var lítið má til sannsögu að færa. En þú ert líka að tala um það að margt fólk verið miklu skemmtilegri í þessu ástandi. Já, sko, það er náttúrulega, fólk hefur losnað úr álögum, ég meina, þessi svokallagi góðæristími sem var náttúrulega bara góðæristími sumra, að hann var náttúrulega í rauninni alveg skelfilega leiðinlegu tími og var tími sko bara svona andleysis og fávita væðingar og svona þetta sem kallað hiltonismi, það var dyrkuð svona efnishyggja. Núna verður fólk að horfast í augu við það eru önnur sem sé verðmæti í lífinu en bara þessi tóma peningahyggja. Og það hefur þýtt auðvitað að mörgum finnst eins og svona ákveðin bönd ákveðin spennitreyja hafi losnað og fólk er að tjá sig allt öðruvísi og segja alls konar hluti og maður rekst á það að þessi stjórnmálaflokkar þeir halda ekkert fólki innan sinna vébanda, þeir tala eitthvað tungumál sem er hálfdautt og fólk er alveg sammála þvert á alla flokka, það er sammála bara ákveðin grundvallaratriði og fólk vill breytingar og stjórnvöld bara allir flokkar og allt verða að koma til móts við þessa breytingar sem þjóðin er að æpa á. Það þýðir ekki að núna hafa stjórnarandstaðan og stjórnin þegar þetta er eins og í leikhúsi sem hafa haft hlutverkaskipti. Stjórnarandstaðan segir það sem stjórnarandstaðan var áður stjórn og þá segir hún það sem stjórnin er að segja núna og svo öfugt og þetta er bara það er verið að sóa tíma okkar og við höfum ekki svo mikinn tíma í allt þetta dæmi og ég bara auðvitað það myndast
staða að fólk að sem sé að skiptast á sögum og reynslu, styrk og vonum og svona og samhæfa hlutina og það þýðir það það þýðir það já að sko líka þarf sko það þarf þessa von og þessi von auðvitað með þeim hætti að sko eins og amma mín sagði svo ég vitna í ömmu mína eins og fleiri góðu menn þannig að fólk verður leiðinlegt að það trúir ekki á neitt skemmtilegt. Nákvæmlega. Reyna það var gaman að fá því hérna í Kastljós til hamingju með bókina þína. Takk fyrir.